Do it og sér bara Padme deyr líka já, Padme, þarna kom namnið sem Padme. Já, Padme Perme Padme en hann elskar hann svo ógislega mikið hann fer inn dark side til að endurlífgana að vera að ljúga Já, sko, ef Þórun myndi deyja og djöðlum var eitthvað gott í mitt lið og ég skal lífgana ekki vera líf ok, já ef ég fæ Jessica Alba líka Let's do a deal Akkurat Bú byrjaði Hæ Ekki setja mig svona on the spot maður við erum með Þröst og Davíð Halló, og Birkir er ég ná? Já, í takkasætinu og ég hef þetta að segja, við erum með ég ætlaði að segja eitthvað Jaha, góð saga Já, það ekki það hefði verið flott ef ég hefði byrjað á sko hvað heitir Mike Myers myndin, Austin Powers við erum með Austin Powers og Dr. Evil þá hefðu þið verið með rattirnar $1 million Yeah baby Þetta var vond það var ekki sérstaklega þegar ég bara glimti hvað ég ætla að segja ADHD Birkir bara alveg bara kemur inn og bara Klassík Hörðu, veistu hvað var í fréttunum í daginn? Segðu mér Hvað var ég fyrir Það var svo mikið sorgafréttir okay. Jessica Alba byrjuð með einhverjum Ég sá það Ég fann til með þér Ég fór að gráta í vinnunni Ég finn til með þér Hvað finnst Þórun um það? Hún er sorgmæst fyrir mínu hönd Er það ekki? Og þegar ég staði henni upp þegar hún var á lausu Já og ég var að reyna að biðja Þórun að kaupa flugmiða út svo ég geti hitt hana og Þórun sagði einhvern veginn bara nei, ég ætla ekki að gera það ég bara, við erum ekki hætt, við erum hætt saman Já, já bara leif mér að lifa lífinu mínu Ég vil hitta Jessica Alba Akkurat og hún sagði nei og þá var ég bara fæn, við skulum byrja aftur saman og bara veist, allt er góðu sko veist, þetta voru erfiða 5 mínútur Ok, ég trúi þér ég var í vinnunni og ég fekk svo mikið af skilabóðum bara ding ding Já, það ekki og það bara þessi frétt, allir bara sorry kallið minn, sorry Já, Jessica Alba. Og líka með sko The Worst Avenger sko það gauður frá já, alveg rétt nýju Falconin Já í Black America Er hún með honum? Captain Black America Já. Er þau saman? Nei, þess að Falcon nýju Falconin Ekki hann hann er Captain America, Black Captain America Já, akkurat always say that Já Alltaf að taka það fram Já. Ok og það er skæðast svona Já, alveg rétt hérna Já, hingurinn hann já, sem er What's his face? ógeðslega forgettable Já, það mitt myndalegur strákur alls leiðis Já. en bara svona Daði var alveg mitt alveg bara Já, ég ekki alveg, hann er nýju Falconin já, ég líka þegar ég sá þessa mynd bara, ég veit ekkert hver þetta er Nei. Þetta ekki nafnið og ekki neitt sko Veist, þetta er einmitt þetta er vandamæli með svona ofurfallegt fólk sko Já, það ekki Já, kannast við þetta sko og veist, já, þú kannast við það maður getur verið gleymdur sko Já Ég þekki þetta ekki Hörðu, strákar, hafið þið séð á TikTokinu TikToki þetta nýja Jay Renshaw sem er að leika Chit ha? Já What? Yeah Dude lady Já, Dude lady Is there a black person here? Jú wow. Mér finnst Say that again. Is that a black person here? No But there are also white persons in here No, I don't need one of those. Svo fyndin Veist þetta er svo brilljant karakter Ógeðslega gott sko Ógeðslega skemmtilegt Já. Ég sá mitt það var gaur sem búin að vera bara hefi lengi að koma sér upp í veist,
veist, Popularity ég bara mörg miljón views Já, hann bara, ég er búin að vera veist, á Vine og bara byggja upp brandi mitt í 10 plus ár sem kemur þessu gaur með einhver 6 vídeo og þau eru bara með sko, blew up mörg miljón views hvert sko. hann bara those people sko, bara, veist, sem getur bara komið inn og gert bara meistarverk strax Ég veit það Já, þetta er ekki, snýst ekki eins og það þetta er bara heppni í algoritmanum sko Það er örugglega fullt af sjúklega fyndnum aðlum inn á TikTok sem enginn sér Fyndi En mér finnst þetta svo fyndi Hann er æðislegur Dude lady. Dude lady Ég byrja að leita af búblónum minna Ég er ekki með búblónum Ég var að byrja að leita, ég ætla að fá mér að drekka Ég er ekki með neitt að drekka Það er mikil vani maður Geðveiku vani, vera með búblur hérna sko Ég er ekki með búblur Nei Herri, við erum, veist að fara að tala um Star Wars Ekkert segway Bitti Sko, þessar stjörnur, TikTok-stjörnur þær eiga ekkert við stjörnustrýð Oh my god, þetta var skelfilegt Wow, fuck You never disappoint, Birgir Anskoðin, veitu Sko, veist Geta TikTok-stjörnunar farið í stríð við hvað er að fara í svona TikTok stjörnustrýð og þær eru stjörnur í stjörnustríði Nei, þetta er ekki auðvelt sko Greinilega Ég svitnaði við þetta, sorry, shit Ég ætla samt ekki að klippa út, þetta var hræðilegt sko. Þetta var gjössalega hræðilegt Gerðu betur Ég skal ekki reyna næst sko Ég svitnaði Já, ég sé það Það er bara, veist, ég hugsaði með mig bara, ég er að fara að klippa hana þátt og er eitthvað bara Ég verði að klippa út Nei, ég ætla ekki að klippa út Bara með hausinn í lóanum bara Shit, afsakið Þið sem eru að hlusta, afsakið Þetta var I'll do better Skal reyna betur Þetta veist, þessi segway hjá mér eru bara versna sko Fucking hell sko Við vorum að tala um stjörnustríð Já, í síðustöku Já Hvað komustu langt? Herru, episode 1 The Phantom Menace tókum við síðast Búum með 4, 5, 6 og 1 Já Elstu myndir Við erum að taka þetta er confusing shit sko. En til dæmis eins og hérna í Phantom Menace það sem við tókum töluðum ekki var til dæmis hvað fannst ykkur hérna pod racing við töluðum ekki það Það var allt og langt atrið Allt og langt Mér finnst það aðeins of dreigið sko Já Það var alveg flott sumt skilur skotin og eitthvað svona Já, en why? Okkur að hafa þetta inni? Bara til að sína hvað hann er klár strákurinn sem Þröstur elskar sko. Já, og hann elskar hann Fucking Adam Eina barnið sem Þröstur myndi sparka í Já Hymkja barnið Tækifæri lífsins og Þröstur bara Þú ert umulegur Og, do better Hann fekk svo mikið heit hann hætti að leika í Þröstur Það er flott Það virkaði Og hérna það er sama með hérna Jar Jar Binks leikaran hann ætlaði bara að drepa sig sko. Veistu þetta því að það var bara búljaður Já Það er ekki skrítið Andliti sést ekki einu sinni Nei Það var bara nafnið Veist, bara eitthvað og þú eruð eðlæti ég var alltaf bara ég er að leika þetta er vinna Ég skrifaði ekki handritið sko Vitið hvað hann heitir? Jar Jar Binks Ahmed Best Já, alveg rétt Hann var bara að gera eitthvað meira Já Ok, tökum aðeins við töluðum svolítið hann síðast en hvað finnst ykkur að hann sé Sith Lord? Já Voruð þið búin að heyra það? Já Jar Jar Binks er í raun og veru Sith Lord Nei, hættu nú Það er theory. umtalað Það er theory og það er alveg fullt af góðum punktum sko. Og það því að hann, veist, þetta er eins og hérna hann notar hérna svona eins og drunk boxing Já veist, þá er anstæðingurinn bara hann er svo fullur og síðan kemur Já, akkurat veist, hann er svona me so clumsy Já, ég veit það og það er bara svona til að afvega leiða alveg svo vundi, hann hérna hvað gerði hann í Senatinu hérna í gamle myndunum maður þóttist þar góð og var að segja vondur, eða skil ekki máli en svo annað aðrið það sem var coming to that Já, hérna þegar hann stekkur ofan í
pollin hann og syndir niður Já. og tekur hann eitthvað geðveikt svona flick-flack heljastökk eitthvað sem að þú veist ættu bara að vera eitthvað svona gæja með The Force ættu að geta gert svoleiðis Já. og fullt af öðrum punktum En hérna, út af því númer 2 var sem sagt hérna Attack of the Clones Attack of the Clones The Clone Wars Já. Það, veist, út af það var búið að vera að tala í öllum hinnum, veist, gömlu myndunum veist, The Epic Clone Wars já. Það var bara cool út af því að það var ekki, veist, ímyndun Já. Veist, við gátum ímyndu okkur bara Akkurat. helgar hvað gerir George Lucas? Ég ætla að skrifa þetta ég ætla bara að gera mynd þetta Já. og þessi mynd er svo versta í þessari trilogy Samanlega hún er svo leiðileg Já, hún er svo leiðileg já, ég hef mitt hafði ímyndað mér bara svona baráttu eins og var í Lord of the Rings, Já. skilurðu eða eitthvað svoleiðis, maður átti vona eitthvað svona episku Já. atriði sko, en já, bara meh. þetta var ekki gott sko Já. Veist, og þá kemur inn náttúrulega Hayden Christensen hann er Jesus minn fucking almáttu Anakin orðin úlingur buffed hot piece of ass Akkurat hann og hún prinsess prinsess sem hann er skotin í prinsess Where's my notes? Princess Palpatine Nei, Natalie Portman já já, þau eru eitthvað svona já, eitthvað að stinga saman af jöfum bara Kissy kissy Anakin bara, þú varst að passa mig hún eitthvað, þú varst svo lítill Já, Þú ert miklu sætari núna akkurat og eitthvað þegar þau fara hérna á eiguna þau eru hérna út á túni Fræga mýmið þarna. já, veist, þau eru fyrst út á túni Já, veist, það er rosalega fallin náttúr og allt þetta og í tökunum það var svo mikið af flugu já, í tökunum að það var bara morði og þeir tóku veist, alla flugurna burt bara þurfti að það var bara gaur bara CGI flugurna burt Vá það var bara heil lengi fyrir eitthvað atrið þar sem þau eru eitthvað svona piknik eitthvað bara, ég væri bara nýtt location please Já, akkurat og þar kemur þarna í mitt þegar hann er að tala um sandin og ströndinni Já, I hate sand já, goes everywhere mitt og bara svona ok Heru, og hafið þið séð það sem er klift út úr þessari mynd Ekki svo ég mann eftir nei það er horrible Nú, Anakin já, fer heim til hennar og hittir foreldrana og fer inn í Já. herbyggið hennar og er að borða veist, og ég bara þið bara Ok. fóruð og tókuð upp þetta átti þetta að vera bara eitthvað romantísk gamanmynd Þetta var það sko já, en þetta átti að vera veist, ennþá meiri sko. Þessi Já. trilogíra var bara eitthvað romantískt bull og væl Já, var hrikalega illskrifað og hrikalega illa leikið Þraustur Já. alveg brjá hann er ekki fan var svo svektur þegar þetta kom út Já, ég var svo svektur og síðan þegar Jóta var að í lightsaber Í bardaga við hellinum þarna. í Dóku já, allt tölvuteiknað já, og Jóta hoppandi og skoppandi eins og Einmitt. eitthvað kríli sko já, what the fuck já Nákvæmlega en náttúrulega ég er hún rauður í kynunum ég er svo pirraður. náttúrulega allar þessar myndir voru bara veist, sem sagt, öll þessi var bara green screen það var bara green screen ef þið horfið veist, Nema það sem að flugurnar voru já, sem hefði mátt vera green screen já, og þetta er sko þessi mynd er hún er bara hann Obi-Wan fer eitthvað sko veist, á einhver veitingastað eitthvað svona dænir að tala við einhverja geimveru Já, og já, það sést þegar það er greinilega reshoots já þá er Ewan McGregor með Jún Ewan, já, hann er með sitt skegg Já, og síðan er kleift yfir á geimveruna yfir á hann, gerfi skegg yfir geimveruna alvöru skegg og veist maður alveg what? Er það að endur taka eitthvað Já. skot þegar maður búin að raka sig og já, og þetta er bara, maður alveg leiðum maður tekur eftir þessu þá maður alveg æjæjæj, þetta er ekki og veist, það er umulegt líka bara, veist
gælla sem við vilja láta skeggið á hann búinn vá hvað þetta er flott hjá þér Já. Stína frænka ég vil ekki segja neitt þetta er alveg ég man, ég fór á hann í bíó og ég sopnaði og ég bara, oh my god, hvað hann er leiðileg sko. Hún er svo leiðileg og þar er kynntur inn hérna pabbi Boba Fetts Django Fett já. Og þá ég mitt í sem sagt hérna þú veist, allir klónarnir eru Django Fett já, klón af honum já, þetta er allt klóna honum sko. já, akkurat ég var alveg, djöð lítið þú vel út Nei, þú never gets old Are you horny? I'm horny tilviljun hvað hefur að gera í því? Já, nokkulega I'm doing it with myself That's not gay svona eins og sánuatriðið í The Boys Já Jesus Christ, það var ógislegt en já, var það í 2 sem að langa ræðan var hérna pólitíkin og all það var í henni mynd já ömulega leiðilegt sko. þú veist, way to drag it on sko. En til dæmis í dóminu já, það sem allir eru á hérna frisbee-diskonum já, svífandi Ef þú zoomar inn á einum stað þá eru E.T.s já, ég veit það ég var þetta búin að sjá það Já. það er geggjað Easter egg reyndar Og þess vegna í E.T. Þegar hann er að labba á götunni já, Þá finnur Jar Jar Binks Nei Þá sér hann krakka sem eru Yoda Og E.T. segir Home, home, home Já, alveg rétt, það var eitthvað Halloween eða eitthvað já, alveg rétt Boom, connected oh my god it's all connected, follow the money Já Sama með Indiana Jones Þar sést R2-D2 já, og alveg rétt C-3PO 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 Já, nei, aldrei C-P-P-P-O aldrei sko svo ChatGPT Í einum hellinu þar já, alveg rétt þeir á vagnum skorið í steinin sem þetta, já Svo þetta er allt George Lucas og þeirra En eftir þessa mynd þá Kom önnur Nei, Og önnur þá kemur hérna það var South Park sem hérna gerði grín af George Lucas og hérna já, sem gerir E.T. Steven Spielberg Spielberg, já. Og þeir náttúrulega hérna eru að hérna nauðga hérna Indiana Jones alveg rétt They're raping him alveg rétt Þeir eru eyðileggja myndirnar Tom Cruise in the var það ekki closet eftir Crystal Jú, Skull-myndina já, þá var ég mitt búin að vera að tala sko, veist, þessar myndir og raping ekki að sko Ég elska South Park Við gætum ekkert verið eitthvað að segja svona hérna nei Við getum bara sagt að aðrir eru að segja þetta við bara erum með þetta orðalara já Í þessari myndir til dæmis hérna reyndar eitt skot Nei, hérna Samuel L. Jackson í sér já, hann heimtaði fjólubláðsverðið Já, vitið út hverju hann heimtaði ég heyrði þess að sögtíman, hvað var það aftur? Svo hann geti séð hvar hann væri í myndinni. myndinni í stóra bardaðanum hann að leið, þannig er ég já, eina fjólubláðsverðið í sem sagt bara öllum heiminum já, ég finnst það samt pretty bad moves, eða svo cool moves hjá honum sko, að heimta bara svona stand out sko Og þetta fjólubláa bara ógeðslega flott svo. það er svo cool það er bara svo öðruvísi einhvern veginn og bara allt í einu En síðan kemur hérna mynd númer 3 Revenge of the Sith sem besta myndin Nei Hún Nei Hefur þú hort hana nýlega? Nýlega? Já Nei, guðsilof Hún langt best Nei Hún, veist, þegar hann kemur og slátra krökkunum og já, þetta er hot take sko mér finnst hún langt best sko já, þarna náttúrulega Fyrstu bara Þetta ég eins mikið ósámála hægt að hafa sko, Þessi trilogía ömuleg sko samanborið við hina eða þú veist gömlu myndirnar þá já
En aftur, ef þetta væri bara eitthvað standalone dæmi, þá var þetta skelfilegt myndi maður, ég veit það ekki. En sko síðasta myndin er trullu góð Já, nei, bardaginn, tónlistin hvað Já. er vant við hana? allt þarna er svo mikið að gerast tónlistin Nei, þarna er svo mikið að gerast í sem sagt öllu plottinu, Já. þarna er ekki þessar langlókur ræður sem við þurfum að hlusta á í Nei. klukkutíma í númer 2 hann Og- hálsheggur hérna, veist gamla kallinn í Já, byrjun já, með, nákvæmlega veist, með 2 sverð Anakin, don't do it Já. do it Þú veist, þarna verður hann truly evil Já. skilur við, og geggjað farin alla leiðina yfir á the dark side Já, slátrar á þessum krökkum Samuel L. Jackson deyr já, alveg rétt og veist Do it. Do it. og sér bara Padme deyr líka já, Padme, þarna kom namnið sem Padme. já, Padme Já. Perme Padme Padme en veist, hann elskar hann svo ógislega mikið hann fer inn dark side til að veist, endurlífgana það er verið að ljúga já, sko, ef Þórun myndi deyja og djöðlum var eitthvað hvað er mitt lið og ég skal lífgana ég var alveg, ok, já ef ég fæ Jessica Alba líka let's do a deal akkurat já, nei, já, þú veist þannig að það er I have the high ground já Anakin, I have the high ground I am your brother I was your brother Skelfilegt Nei, þetta er gott stöf maður Þetta er- Mér fannst þetta Bardaginn hjá þeim er trublaður sko. Nei, Já. hann er það ekki þið fannst það ógislega góð mér sko já, þú veist, allt þetta uppfyllingarefni í númer 1 og 2 Já, hefði var hægt að sleppa og gera bara eina mynd Já. með, þú veist, þeir sem var gott í 1 og 2 og svo bara númer 3 já, sem sagt bara 3 já, í rauninni Þú veist, Hitt það væri vanta- bara svona, veist, saga í byrjun já, þú veist, Þetta það gerist- vantaði svolítið þú veist, hvaðan hann fer úr góður lítill Já. krakki yfir í Darth Vader Já, þannig að þú veist en já, það var bara allt og mikið uppfyllingarefni í hinnum fyrstu tveim sko. já Í þessari myndi er til dæmis hérna hvað heitir hérna hvað heitir þeir hérna allir deyja, Jediðarnir eitthvað 66 Order Já, Order Order 66, já, Do Order 66 já. sem bara pjú, allir deyja maður geggjað sko, Já. geggjað Þröstur, come on geggjað Það var twist sem að maður sá ekki sko. Já, það er tvist sem maður sá ekki reyndar Já, Þannig að ég bara Point to me Já. þessa mynd meina ég já, ég, veist, og mér fannst líka bara senan þegar hérna ungu Jediðarnir, krakkarnir já, þegar krakkin kemur sko og horfir á hann og hann kemur og krakkin svona fipast það er svo vel leikið en hann var ekki leikótt af því að það var, veist, hann var að bregða honum já, ok þegar það var að taka upp Það var eitthvað til hliðar bara eitthvað bú já, hérna Ok það var að vera að bregða honum svo. Og En ég er veist- mikið að krakki já, hann er eitthvað svona fipast en þetta kemur, veist það bara hann er svona fipast, Já. síðan bara ég er að slátra ég hefði viljað sjá það Það hefði aldrei fyrir lift já, og ég bara hvað er þetta að gera kill you. já, Já, mér fannst það góð svona karakter hvað veist, já, hvernig hann varð þegar Bara the dark side, sko. heggur fæturnar maður í það high ground I will kill you sem byrjar að kveikna í honum bara hræðilegt maður, Já. hræðilegu döðægi Já, hann dó náttúrulega ekki nei, síðan kemur hann aðna í sko, í myndinni er hérna þegar svarthöfði kemur upp Já, veist, á borðinu, hann er svarthöfði nýbónaður sko. já, já, alveg, þú veist, so fucking shiny sko. já. Herru, og þá eru hendurnar uppi Man ekki það vel nei, en það var nei, hann átti að vera niðri Já, en því var digita upp annarkvort, ég man ekki hvort það var uppi eða niðri hendurnar og breytt sem sagt það var breytt í annarkvort til Ok. að kemur svona þegar hann svona byrjaði að labba Já, og hérna og hinn alveg Padme died
hann eitthvað no og það kemur inn með það þegar no inn sko og lyftir hann upp höndunum og meðan hann no maður eitthvað bara úf hann hefði átt að vera bara ég hefði gert frekar að hann hefði bara labbað áfram sagt ekki neitt bara kaldur staðan fyrir að hafa einhverja tilfinningar þú ert komin með svartöða sem hefur ekki tilfinningarnar og hann er komin inn dark side sem bara fuck that shit hann farin allavega sko eða þá sagt bara aftur í Han Solo eða eitthvað I know og labbað áfram það hefði verið geðveikt sko það var svona hann hefði bara fundið það skilur I know ég sammálaði það hefði verið mikið betra sko en vissuð þið samt, við gleymdum alveg að tala um það James Earl Jones náttúrulega talaði fyrir Veitarinn Darth Vader Dark Father og í upprænlega myndunum og hann var ekkert á kreditlistanum einu sinni fyrst í gömlu myndunum nei, gaurið sem talaði fyrir Darth Vader sem lék Darth Vader bara brjálaður hann var bara röddinn hans klift út var það málið? Já, út af því Earl Jones var settur inn út af hann var eitthvað hafi ekki séð klippin hræðilegt go and get them bara, what hann er í skoskum hreim sko hræðilegt get ye wee bastards and some Guinness go ye clone en síðan kemur náttúrulega þessa myndi voru bara það svona þrastagaurar sem voru bara no bara ekki séns haters algjöri haters en svo kom Disney og keypti fyrir 4,4 billjónir dollara Jesus Christ smáraði sko sem sko bara peanuts í dag sko en upprænlega þá neitaði Lucas að vinna með Fox nema að fá réttindin fyrir öllum leikfengum og öllu svoleiðis sem var smart move en svo keypti bara Disney Fox líka svo kemur bara Disney og valtar yfir allt saman akkurat the evil og svo Disney Comedy og svo þegar I'm the evil Sith Lord svo eftir að Disney keypti þetta þá fóru þeir bara að æla út úr sér Star Wars myndum og bara guppa yfir allt franchise kemur fyrst þarna Force Awakens 2015 eða? 15 já, 2015 mér fannst hún allt í lagi mér fannst hún alveg ok potential en þegar trailerin kemur út hæpið maður geðveikt svartur Stormtrooper allir bara what? eitthvað nýtt og sér kemur sko þetta var geggjaður trailer hann er ennþá ógeðslega flottur en þú bara hafa Stormtrooperin sem ætlar að vera góður, þetta er bara eitthvað nýtt og hann er sko ekki klónaður þá eru náttúrulega allir klónaðir eru dánir eða eitthvað náttúrulega búin að líða svo mörg ár og hann hvað heitir hann hvað heitir vondikallin í þessari mynd hann hvað er með nefið? Nei, nefið hann Kylo Ren hann er ógeðslega flottur í þessari mynd hann er bara búningurinn mér veist hann töfðar hann er að leika þetta vel í byrjun atriðinu þegar það er skotið á hann og hann stoppar leysirinn í loftinu þá er maður badass geðveikt klárlega sko kemur Han Solo inn maður gamli maður hann fótbrotnaði í þessari mynd veitu hver sér Harrison Ford Han Solo hann braut á sér löppina það var hurð sem datt niður í skipunans á löppina braut hana en það var eitt sem fór rosalega töðunar á með þessari mynd var svartigurinn Stormtrooperinn sem ég man aldrei hvað heitir Nei, Finn hann var alltaf móður og másandi hann er svo mikið að leipa maður ef þið horfið á þessu mynd aftur hann er alltaf móður það er akkurat og það var get in shape man ég tók ekki you're supposed to be a stormtrooper en í þessum mynd þegar hún Rey maður eitthvað bara hún er eitthvað á
veist, svona beach hérna plánetu bara, wow, þeir að taka bara fyrstu myndina bara, maður leið svona orphan anyway, og hérna nema þetta stelpa, fucking Vogue Já, akkurat Disney hún handtekin hérna og hann að reyna svona use the force á hana sko Já. Raper use the force svona hann að mind rape hana sko Já. og hún eitthvað móti eitthvað hann alveg what finnur þá sko að það eitthvað hérna Það eitthvað potential í þessu hún segir nei við mig I like it when they fight back Kliftu þetta nei Það er ógeðslegt þetta er hann ekki ég Já ég veist herru, come on man Ok anyway, og þegar hann fer út og hún er hérna bundin Já og þá kemur trooper að inn og hún notar fyrst skipti the force á hann og vitið hver þessi trooper er? Hver er þessi trúfi Birkir? Daniel Craig Hvað segirðu? James Bond já. What? Hann alveg, ok, drop your weapon ok doggy og lappar í byrtu Daniel Craig Já Ok geggjað sko Vá, ég vissi það ekki Þetta hefur hann gert örugglega alveg ókipis já Bara til að leika það voru fullt af hérna Cameos cameos, hann hérna Simon Pegg er í sinni mynd líka Já, hann er þarna stóra skrimslið þarna sem er að byggja peningana credits Já frá henni sko þetta var svo mikið hype með J.J. Abrams Já Já. og líka sko þegar Kylo Ren er í skóginum og kemur og síðan kemur aftur kemur út hérna krossin sverðinu, já. hann er með kristallin og hann er sko ójafn það þarf að vera svona ventilation Já Geð. Já og ég var bara, wow, ok, þetta er töff Þetta er cool en þarna var smá fyrirbóði á woke culture út af því að hún þurfti ekkert að vinna fyrir kröftunum sínum út af hún er stelpa hún Já. bara fekk þetta bara upp í hendurnar Já, ok og þá var allir alveg allir veist Típist konur eru jafn sterkir á menn Já bara vinnið fyrir þessu þá finnum við meira til með þér og styðjum með staðan fyrir bara okkur erum með þetta why? I don't know bara eins kona? Ok þetta er svo en eins og þarna þá var líka Það minnum að vera svona The Matrix bara I know Kung Fu bara, allt í einu There you go bara þú getur hann allt já Og síðan hann að Poe Dameron já Hvernig hann var kynntur inn Þetta var svona, já, ok, þetta er nýr Han Solo Já, einmitt hann eitthvað bara, já, you got my jacket bara, veist, hann var í flottum jakka veist, er eitthvað Þetta var Stælan Já, þetta var svona eiginlega copy-paste af fyrstu myndinni svolítið. Já. En Han Solo fannst mér það var áður hún kom út þá lag hérna að hann myndi deyja Han Solo og Harrison Ford sagði ég mun ekki koma aftur nema ég verð drepinn þeir bara fine, ok Já, af því að hann vildi það í eftir fyrstu myndina Já, og hérna þegar þetta kemur út ég var eitthvað alveg, las eitthvað skriptið, ég bara, nei ætlaði bara að drepa hann og nei, þetta er ekki satt Já, reyna að slaka elda og hann eitthvað bara, you are my son og hann bara ég fann alveg til í þessu atriði sko þegar hann var drepinn já, alveg bara, oh my god, nei þetta er bara náttúrulega uppáhalds karakterinn allra bara sem hafa alist upp með þessu Hans no Hans no og hérna og veist í skóginu þegar þeir eru að berjast þarna og Finn tekur upp sverðið fyrir hennar hönd og svona þetta er alveg, veist, já ég fílaði þetta í tællur sko. Já, mér fannst nú geggjuð sko ég bara en síðan kemur þetta var 2015 já, síðan kemur 2016 sem heitir hérna Return of the Jedi Nei. Rogue One, A Star Wars Story Nei, já, ætlum við að taka hana
Nei, bara við getum minnst á þetta því þetta var algjörstu rusl Þessi mynd var bara gerð til að fylla upp í veist, til að útskýra hvernig Luke Skywalker sprengdi með einni bombu þetta Death Star það var plottið í myndinni það var algjör uppfylling sko heil bíómynd þetta en ok, það var 2017 kemur The Last Jedi Já. og herðu sú mynd herðu á myndinu undan þá kemur akkurat Luke Skywalker og segir ekki neitt hún lappar á honum afhendur hún sverðið og allir bara yes, hann fær sverðið sitt Mark Hamill kom inn eftir hann fekk 15 milljónir Wow bara fyrir þetta hann þurfti ekki að segja neitt eða 10 milljónir eða eitthvað sko Hvað fær ég svona vinnu? Jafn mikið og hann veist Harrison Ford Harrison Ford var í allir myndinni og Harrison Ford stór stjarna líka sko, það stærri stjarna allan þessi mynd byrjar og hún réttur honum hann tekur sverðið og fleir því svona, út í sjóinu eða ekki bara fyrir aftan sig bara, nei og allir bara, what og þá leikstjórinn, hver er leikstjórinn í þessu mynd og veist, út af því hæpið á Ryan Johnson áður en myndi kom út þá var Kathleen Kennedy hún bara, herri hann, veist, ég er búin að sjá þessa mynd geðveik mynd og hann á að gera trilogy bara, veist hann átti að gera trilogy eftir þessa sko. bara, hún var bara praises síðan kemur þessi mynd út og ruslið hann tók allt sem J.J. Abrams lagði upp, þetta er bara svona eins og Þröstur gerði þarna leggja upp fyrir mann og síðan kemur, veist, einhver og skýtur yfir það og var ekki alveg að taka upp boltan og bara kúkaði lóan frekar og veist ég kúkaði lóan veist, ég skeiti upp á bakan sko. allan og Finn sem átt að vera veist, næsti bara veist, Jediinn líka og veist, hann kom með sverðið og allt þetta hann var settur í bara comic relief hann byrjar á því hann er í þarna veist, hann er að láta laga sig hann einhverju búning og dettur á borðinu og það er svona vatn boing og ekki bara what? Hvað í anskotanum er þetta? Það var einn kostur við þessa mynd tveir kostir þegar hún kom með sverðið til Luke það var svolítið flott atrið það var svona suspense atrið en Yoda kom tilbaka í þessari mynd sem brúða ekki tölvutekna það fá kredit fyrir það en veist, í þessari mynd samt veist, þá var Luke Skywalker hann ætlaði að drepa veist, hóndakallinn Kylo Ren út af einhverjum draumi hann var að þjálfa hann og hann ætlaði að drepa hann veist, það bara, Jedi'ar gerir þetta ekki bara, what? Protectors veist, þetta var bara eitthvað svona, veist, það var tekið allt bara og veist, einhvern veginn splundra og Finn hann fer með þessari asísku konunni sem er bara, veist, herru diversity við þurfum eitthvað og hún er most useless karakter ever Rose Tico þau fara þarna tvö á eitthvað side project og þau fara í eitthvað casino og fara á einhverja hesta og eitthvað, veist, ég var bara og þetta er svo illa tölvugjert og eitthvað, ég sopnaði myndinni, ég var bara fuck my life, þetta er versta Star Wars mynd ever. Dæmi gert bara svona Disney cash grab það sem bara, þú veist, þeir mjólkum þetta bara dundrum ekkur út pælum ekki í neinu þú veist, og ekkert gæða eftirlit og, eða þú veist, neitt bara skýta yfir alla sem að elska þetta franchise, sko og þetta var 2017 en, veist, 2018 nei, býtu, í þessari mynd líka, sko, veist, þegar þeir eru veist, á ströndinni en ekki ströndinni, heldur saltströndinni og þá kemur þeir að fara að berjast og the rebels við fyrir inn
nei, við ætlum að vera bara í skurði fyrir utan já, veist, og síðan þeir bara, já, við erum að kalla á alla til að hjálpa okkur, kalla á alla hérna maður ekki bara, oh my lord sko, það er enginn að koma oh my god, við erum ein og veist sko, þegar þeir eru að veist, og þá kemur Luke Skywalker litað hárið, mjög unglegur sko, hann ætlar að vera einn á móti Kylo Ren og hann er hérna Force Ghost, drepur sér þannig why? I don't know hver var tilgangurinn? Það var engin tilgangur Jesus, ég var bara fórna sér fyrir ekki neitt veist, oh my god herru, og í veist, þegar þau eru veist, þarna veist, rétt á undan var náttúrulega hérna Poe að fara í eitthvað, veist, þau voru að sleppa einhverju gameskipi veist, þetta var bara a pile of garbage já. og síðan þegar þau eru að sleppa út eru demanthundar hana eitthvað já, alveg rétt okkur eru fucking demanthundar I don't know veist, It's a diamond dog herru, og það er Rey var búin að vera veist, lift eitthvað smá steinum hana með honum Luke Skywalker í byrjunum myndinni æfa sig, hún var að æfa sig síðan í lokin það bara, ó nei, við komumst ekki út kemur Rey býta aðeins tekur sko 1000 tonna og liftir því bara upp hún rétt náði a pebble upp úr já, fyrir kortri síðan bara maður er eitthvað bara, veist, hvernig getur þið gert þetta? I'm a woman já, akkurat ég er bara, shit sko en það versta í þessari fucking mynd er þegar veist, Finn er að fara að fórna sér hann er hérna að fara á móti stóru skipi, veist, hérna, skipinu sem er að fara að skjóta the rebels það er hérna trekkja sig upp hann bara, sorry, ég ætla að fórna mér kemur hérna, asíska gælan klessir á Finn maður eitthvað, what? Don't do it og þeir skjóta hann að opna hún er kalli, veist, love is right in front of us eitthvað svona rótast eitthvað what? og átti maður að vera eitthvað bara nei, hún bjarga honum út að, veist, allt í nú elskaði hann veist, ég var bara ég fucking hata þessa mynd það er svo mikið fucking raust ég myndi horfa á prequels 1000 sinnum heldur en að horfa á þessa mynd aftur hann kom ekki aftur til að direkta hann var bara ekki beðið nei, J.J. Abrams kom tilbaka þurft að þrífa upp skítin eftir hann en býtu út af því að Disney kefti þetta og ældi út úr sér einni mynd á hverju ári þá kom hérna 2018 Solo A Star Wars Story why? Ég veit það ekki, ég fatt það ekki mjólka eins og ég segi, þetta er Disney bara þú veist, bara spin-off með hverjum einasta fucking karakter og þú veist, það kemur ekki óvart að það komur sér þáttar með honum, hérna, hvað ég hef BB-8, hérna litla kúluvélmenni, skilur, það kemur ekki óvart sko. En viti, hérna, það kom fram hvað Chewbacca er gamall í Solo A Star Wars Story já, býtu, ég var búin að heyra eitthvað af því hversu gamall var hann orðin? 150, Davíð? Býður betur eða minna? Meira, 200 Snær, hann var 190 ára gamall já og 2019 þá kemur seinasta myndin fucking drasl maður herru, shit ég verð nú bara að játa það strákar ég horfði ekki á þessa mynd ég er ekki ennþá búin að sjá hana í alvörinni? í alvöru það var sem betur fer sko ég misti allt álit á þessu franchise þessi mynd er bara það var The Rise of Skywalker ógæðsla nei, vá, við gleymdum að tala í myndinu, sorry þeir eru að hlusta, ég er aðeins fram tilbaka ég gleymdi hérna aðal bardaðatröfnum myndinu undan þegar í rauða herbygginu þau eru með hérna Snoke vondikallinn sem átti að vera the big bad wolf og hann er tekin í tvent bara þegar hún hérna lyftur upp sverðinu allavega þetta er bara eitt af versta bardaga skilmingar atriðum og þetta á að vera rauðu gaurarnir sem eru lang bestir með rauðu kuplunum hann á ógeðslega töff
og þeir, veist, Jesus, oh my god Mér fannst það vera alltaf sjúklega flottir karakterar ógeðslega út af töff því að þeir það bara, veist, það vill lengi Þetta var fara í bara þá svona special forces Já. eitthvað sko en þarna voru þeir eitthvað svona ef þið horfið á þetta, þá voru þeir svona eitt svona býða, hann að býða og þannig til að snýr fyrir, ok, nú maður ég Já, Veist, maður er alveg, oh my god fucking Vond anyway, Já. allavega, í þessari mynd þá eru þau þrjú Mhm. Poe, Finn og maður sjá, Poe, Finn og Rey Já, þau eru öll að rífast alla myndina já, veist, þau eru að fara einhverst Mhm. og ég er, veist oh my god, blah, 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 veist, maður er alveg talið saman já og það kemur í þessari mynd að þau eru komin, veist, þau eru öll myndin er bara sidequest Já. þau fara hingað, sidequest og fara annað og annað og annað Já. þetta er bara svona tölvuleikja sidequest Já, hræðilegt, anyway og þau eru eitthvað svona og sem kemur svona troopers er að elda á já, og einn byrjar að fljúa, hann er með svona backpack já og þau bara, they can fly now og hann er, já veist, Boba Fett og veist, þú ert fyrrum trooper, þú ættir að vita þetta Já, they can fly now, it's a fucker Herru, þeir eru að leita manni oh my god þeir eru að leita manni sem er með MacGuffin sem er svona, veist, MacGuffin já, svona, veist, tæki sem er að leita af, veist, plánetu sem, veist, engin veit af Já. þeir eru að leita af plánetu sem engin veit af Mhm. og þeir eru að leita af þessi manni og þeir eru þarna veist, veist, tækið er að vera sprengt og þeir detta allt í henni í, veist, kviksindi maður eitthvað leið wow, þetta var, veist hendugt og þetta niður í gegnum kviksindið og þeir eru komin í helli Mhm. og það er gaurinn Já, sem beinagrind já MacGuffin, Marli what? Þetta er eins og þú segir, þetta er gert fyrir að búi til tölvuleik. Já, ég var bara, oh my fucking lord allavega, þau taka MacGuffin fara annað, herru, við getum ekki fundið þetta og þá kemur 3PCPO C-3PO gullgörinn Já, herru, ég get sem lesið hann kann smíða veist, þetta var svona hnífur sko, eða eitthvað Já, ég get bara lesið á þetta en ég get ekki sagt það aha, ok, þá þurfum við að fara sidequest og láta hreinsa honum hausinn og síðan hörðu, þetta er á þessari eyju segðu það bara eyjuna, þú veist, ekki staðsetninguna heldur en eyjuna, oh my god anyway Nú ert þú orðið rauður í andlitinu. já, veist, og síðan, veist, shit sko. síðan fara þau á, veist, þetta er svona hnífur já svona old hnífur Mhm. hörðu, þau fara á, veist, þessa eyju þar er Death Starið sjálft sem er búin að rapa Já, alveg rétt, og það er bara, veist, í vatninu og hún bara stendur, snýr hnífnum á hliðina og tekur út eitthvað tippi úr handfanginu og hún matchar það við rústir og þar er örin já, hún stóð bara akkurat á réttum stað rétt langt frá því Já. og allt svoleiðist til þess að Akkurat. akkurat fitt inn í ef hún væri örfend, hvað þá? Já, Þetta er svona eins og gerðist í Goonies. já, já, Þegar medaljuna og Já. akkurat þarna, þessi staður, akkurat þarna. en veistu það, Akkurat. þessi hnífur er það gamall Mhm. að þetta er eins og veist, einhver úr píramidunum já, myndi, veist, við myndum finna hann mhm, og fara í 11. september þarna já, er vélinn akkurat þetta er bara svona, þetta er bara wow, Já, wow Herðu, og þau Kylo Ren og Rey alltaf að hittast í draumunum sínum eitthvað, Force, Já. eitthvað, þau eru alltaf eitthvað oh, I like you, Mhm. no I hate you Já. I like you, I hate you og veist, og þau, veist, þetta er bara fucking allavega, sem fara þau í veist, skipið og finna MacGuffinin og fara í þessa fucking veist, plánutu sem enginn veit um já, og hvar er þar? Palpatine hann er komið tilbaka með sko biljónir af skipum, svona stóru skipum Já. og hvert skip er með Earth Destroyer maður eitthvað bara hvar náðu þið að byggja þetta alls saman já,
hvar fengum við fólkið ef plánetan ekki hægt að finna nema megafinn Já, my svo margar plot holes og bara af hverju að bæta þessu við sko, og já. Poe eitthvað neginn somehow Palpatine came back hann segir það, þeir útskýrir þetta þannig Já, somehow bara eitthvað neginn Palpatine came back ha Já. ég Fokkið ykkur áhörundur, notuðu hugmyndanlið bara, veist ég var svo reyður ég var bara, síðan farið þeir að berjast eitthvað og þá kemur hestar á gameskipið fuck my life sko, þá Finn búinn að finna sér einhver aðra kærustu, búinn að gleyma asísku, ég búinn að fá mér einhver svarta og við erum að fara, já, ertu með hesta? Já, förum og björgum öllu með hestum á gameskipi fuck my life þetta fucking ömuleg mynd sko og veist þessi mynd allavega ég var mjög reyður, við kenna það Já, veist, og hún í lokin bara what's your name veist, hún náttúrulega, veist, hún Palpatine Rey Palpatine, hún barnabarnið barnabarnið af Palpatine No. já, Já. hún grefur sverðið eitthvað í lokin kemur eitthvað, what's your name Rey Skywalker Star Wars eitthvað, hún eitthvað bara fucking give me my money back já. sorry randið Nei, bara, þú þurftir að losa þig við þetta það bara Við erum bara hér til að hlusta, ekki til að dæma fólk alveg bara shit On that note já, veist, shit, er þið meira yfir þessar myndir að Nei, þetta er bara Nei, í rauninni allt sem þú sagði þér Ég er þetta með eitthvað lista af bara hvernig síðustu myndirna voru bara flop já, og allir hata bara allt saman við þetta og og hafið þið hort á eitthvað af þessu Star Wars þáttum eftir þetta ég byrjaði á Mandalorian Jú, byrja á Mandalorian Já, ég líka. og datt út og já, það er það góðu já, takk en já, nei, þetta er bara orðið of mikið já. það er bara, it's too much ég ræði ekki við þetta eins og Boba Fett serían Já. Boba Fett var náttúrulega í fyrstu myndunum ógeðsla svalur karakter það saði ekki mikið, hann var bara cool já, síðan komaði með seríu hann tekur hjálminn af sér og hver er það? Það er leikarinn sem lék Django já, já, hann sjálfur og maður er eitthvað í alvöru hann er svo lélu leikari og alveg frá Ástrali oh my god, Star Wars, do better Já. Nýja Sjálandi já, veist, þetta er bara út í útlandum sko Já, allt eins Þetta er út í geimi hafið þið spilað eitthvað að tölvuleikjunum? nei, Einhvern af þeim fyrsta já, fyrsta þegar veist, á Playstation já, PlayStation Þarna The Force Unleashed nei, það var 2008 sko, þannig að það var alveg einn af þeim fyrstu sem kom á PlayStation, minnir að það hafi verið hann ég bara mér fannst hann sjúklega góð, minnir þetta sé þessi leikur það sem þú ert svona apprentice af Darth Vader minnir mig, já, og þetta er eitthvað á svona millisaga sem á að gerast á milli þú veist, eitthvað myndana og eitthvað svoleiðis og ég man bara hann á að vera sjúklega powerful sem sagt, karakterinn þinn já. og ég man bara eftir einu atriði í þessum leik, þessi mörg ár sem ég spilaði hann, en mér fannst það svo ógeðslega töff þar sem að hann er sem sagt stendur á jörði eða á okkur plánetu og það er einmitt svona Star Destroyer upp í himnunum eitthvað staðar Já. stóru þríhyrningslaga gameskipin þar sem að hann er sem sagt að nota force til þess að toga skipið niður í jörðina Nice. þannig það öflugur okkur er þetta ekki í myndunum nákvæmlega og ég man bara eftir þú veist, þú ert bara hamast á tökkanum og hann er bara eitthvað rífa skipið niður og svo segir eitthvað bara now rip it down og hann bara tekur skipið og bara fleir því í jörðina og ég bara, það var svo ógeðslega töff atriði shit, ég þarf að láta konur mér gera þetta wow. taka buxurnar, rip it down ok ég ætla að nota þessi setningu Já, rip it down anyway, ekki að horfa á þessa myndir nei, það er ástæða fyrir því ég gat voða lítið tekið þátt í síðasta kortirinn á randileginu var bara því ég horfði á þessar myndir þegar voru nýjar shit, sko, nei, þetta var flott af því að ég horfði á þær þegar það kom út já, og ég er bara búin að blokka þess pínu úr minninu sko. Já, ég líka, Hræðilegt. og ég horfði ekki einu svona síðustu myndina hver er besta myndin? Empire Strikes Back Númer 3 Vá
Ok, good call Awesome. Anyway Ég ætla að segja fyrsta myndin Það bara- eru já. fleiri vondar heldur en góðar á þessum seríum Já, heldur betur Svo Já, að just let it die Komið með eitthvað annað já, Hlustið á okkur nákvæmlega Herri. Disney, hættið Takk fyrir Takk fyrir Bye. Bye.